svæði. Góða kvöldið, má ég byrja að lækka í tónlistinni. Takk fyrir. Ég vil bjóða ykkur velkomin í fyrsta leik í hestsdeild kvenna. Ég ætla að lesa lið gestanna. Markmaður hjá Fjölni Heiðrik Ludvígsdóttir. Númer 35, Eva Hreinsdóttir, númer 19, Elín Gargó, númer 25, Kolbrún Garðarsdóttir, númer 17, Kristín Ingadóttir, númer 9, Sigrún Agatha, númer 15, Unnur María Helgadóttir, númer 97, Maríanna Birgisdóttir, númer 99, Elísa Dís Sigmundsdóttir, númer 21, Karen Ósk Þórsdóttir, númer 22, María Þór Kristjánsdóttir, númer 3, Harpa Dögg Hjartarsdóttir, númer 12. Þjálfari Emil Axel Alvegóð. Og þá er það hér heimamanna þessa. Það er Birta Þorgrímsdóttir, svartmaður, númer 30, Védís Áslaug Valdimarsdóttir, númer 83, Aðalíður Anna Ragnarsdóttir, númer 12, Hilmar Þór Bergsdóttir, númer 11,
Góða kvöldið, Solla heiti ég og ég ætla að reyna að lýsa þessum leik fyrir ykkur sem að verður æsispennandi. Hérna eigast við SA og Fjölnir. Liðin hafa nú breyst örlítið frá því fyrra. Saga Margrét Sigurðardóttir og Sunna Björgvinsdóttir, Silvía Rán Björgvinsdóttir og Teresa Regina Snorradóttir fóru allar frá SA til Svíþjóðar að spila og Kolbrún María Garðarsdóttir færði sig suður yfir heiðar og spila nú fyrir Fjölni. Þannig að þetta verður aðeins með breytt sniði frá því fyrra. En æsi spennandi og mjög skemmtilegt að fylgjast með þeim núna í vetur. En ég ætla að lesa upp fyrir ykkur. Byrjum á liði Fjölnis. Í markinu er Heiðrún Lúðvíksdóttir númer 35, Elín Alexdóttir númer 25, númer 19 er Eva Hlynsdóttir, númer 5 er Sigrún Árnadóttir, númer 9 Kristín Ingadóttir, númer 17 Kolbrún Garðarsdóttir, númer 22 Karen Þórisdóttir, númer 3 María Kristjánsdóttir, númer 21 Elísa Sigfinnsdóttir, númer 97 Unnur Helgadóttir, númer 99 Maríanna Birgisdóttir og númer 12 Harpa Kjartansdóttir. Þjálfari er Emil Olengard. Nú er lið SA. Í markinu er Birta Þorbjörnsdóttir, númer 30, númer 12 Aðalheiður Ragnarsdóttir, númer 83 Védís Valdimarsdóttir, númer 11 Hilma Bergsdóttir, númer 18 Berglind Leifsdóttir, númer 29 Gunnborg Jóhannsdóttir, númer 24 Katrín Björnsdóttir, númer 43 Ragnhildur Kjartansdóttir, númer 7 Lara Jóhannsdóttir, númer 20 María Eiríksdóttir, númer 21 Jónína Guðbjörnsdóttir, númer 5 Inga Aradóttir, númer 15 Sveindís Sveinsdóttir, númer 19 Amanda Bjarnadóttir, númer 27 Kolbrún Björnsdóttir, númer 68 Madalena Súlova, númer 16 Ragnheiður Ragnarsdóttir og númer 23 Guðbjörg Sigurðardóttir. Þjálfari er Sami Lettinen. Dómari leiksins eru Sæmundur Leifsson og Guðni Helgason og Dúi Ólafsson eru línumenn. Kolbrún tekur pökkinn, finnur hana Sigrúnu. Það er ekki alveg beint á skilfu en það er bara svona rétt að hitna. Védís sendir yfir á Gunnborgu sem að sendir snilldarlega inn á Hilmu. Evadís pressar vel. Það byrjar að krafti sem er mjög flott. Það er einhver rumma í bakum markið. Jónína róar leikinn. Marína sendir upp á kantinn í vonum að bökkurinn færi út. Það virkaði ekki þannig. Hún reynir aftur. Flott bakandi sending. Góð pressa. Elísa fer með pökkinn inn. Þetta er vel gert. Jæja, reyna aftur. María sendir yfir á Gunnborgu. Nei, þetta var Lara.
Kolbrún sendur upp á Kristín Inga. Kristín kemur hérna fyrir það. Heldur pekkinu minni. Finnur Kolbrúnu. Kolbrún skýtur. Fylgir á eftir. Þetta er spennandi. Þessi stelpur hreinsa frá. Inga náði að hreinsa burtu á Maðurlenu heldur inn. Það var rángstaða. Áframhaldur leikurinn. Aðalheiður reyndi hérna að hreinsa frá sem síðan tókst. Védís fer með pökkinn inn í reynir inn í svæðið. Bjarnar konur hreinsa frá. Þá er það María sem keyrir inn í svæði. Berglind er sett burtu. Já, ég ætla að segja að Maríanna keyrir vel tilbaka. Það skiptir miklu máli. Það er ísing. Kolbrún skýtur. Það Birta Ver. Hilma heldur pekkinum inn í vargasvæði Bjarnarins. Heldur pekkinum, kemur hann yfir að Berglindi sýnist mér. Kolbrún kemur pekkinum út á svæði og þær skipta. Það var vel spilað og Lara kemur inn á miðjuna og Ragnhildur sendir þar listilega. Það var ísing og þá byrjaði aftur. Jónína vinnur pökkinn. Kemur hann yfir á Berglindi. Nei. Þetta var vist Sveindís. Gaman að geta þess að það eru 4 stelpur sem eru að spila sinn fyrsta meistaraflokksleik myndi ég. Og það eru þær Sveindís Sveinsdóttir, Kolbrún Björnsdóttir, Magdalena Súlova og Ragnheiður Ragnarsdóttir. Og þær eru allar undir 14 ára sem er mjög gleðilegt að sjá. Og auk þessi Bjarnar, því föstu því, það er vist Fjölnir núna. Og þá erum við með nokkrar ungar stelpur og það er yngst Eva Hlynsdóttir, hún er 13 ára, hún er 19 og er á einmitt bróður í meistaraflokksliðinu sem er skemmtilegt. En jæja, áframhaldur leikurinn. Það er Bjarnarstelpurnar, Sigrún og Kolbrún og Kristín Inga æða þarna áfram og halda pekkinum, róa leikinn. Pekkinum skot frá henni Evu. Eva heldur inni, sendir yfir á Unni. Unnur keyrir inn með pekkin. Reynir skot, því ekki. Skot og mark getur verið mark.
Kolbrún kemur hérna inn sem slis og skýtur á mark og bókurinn fer út. Þetta er aðeins spennandi. Gera mót á samtali Örglandi Fjölnir stúlkur ekki erfiðleikum með þetta. Marianna tekur og sendir yfir á kantinn sem að Karin náði ekki alveg að halda bekkinum en það er ísing. Elín heldur pekkinu vel en missir hann því niður. Það er rimma hérna. Það er ríkrup hjá SA-stúlkum. Ragnhildur keyrir inn með pekkin og skýtur og skorar. Fyrsta mark leiksins skorar Ragnhildur Kjartansdóttir, já, fyrir liði. Mínútu. Sigrún kemur inn í svæði og reynir að finna Kristínu, fyrirgeðu það, náðist ekki alveg að klára þetta. Berglind er reynir að koma þessu út en Inga sendir yfir á Kolbrúnu. Þetta veist ekki Kolbrún, þetta var systir hennar, Katrín. Ég misti alveg hver skoraði þarna, ég byrst afsökunar á því. Hérna út úr því síðar, segi ykkur frá því. Bóel, númer 11, skoraði annað mark SA. Stóðsendingar, ég var ekki alveg með það á hreinu í besta afsökunar því, en við finnum út úr því síðar á leikskýrslu. En áfram heldur leikurinn. Kristín keyrir hérna fram og pressar á Jónínu. Og hérna kemur hún Kolbrún, nær ekki að finna Kristínu. Þessar stúlkur hreinsa frá. Það er Berglind sem að sendir yfir. Og
rangstaða. Finnborg í baráttu við Kristínu og fleiri hérna í höfninu. Elmar tekur á rás inn í svæði, skýtur og skorar. Annar mark Hilmar, þriðja mark SA. Það var nú samspil margra eins og alltaf í öllum mörkum svo sem, en vel gert alveg. Fyrsta marki var náttúrulega ekki skorað á 12 mínútu. Það er ekki alveg að átta mig á þessu öllu saman. En þú veist, bætum úr því. Jónína keyrir upp. Það er verjast með að verða. Jónína keyrir í að, pressar, vel gert. Útfer pökkurinn, ekki þó. Inga heldur hún inni. María komin út sem hún náði síðan ekki lengra, en Bjarnastúlkur með pökkinn. Hún í breakout. Kolbrún í miðjunni, fært sendingu frá Sigrúnu. Og aftur inn, Kristín tekur hann inn. Sigrún tekur pökkinn, skýtur á mark. Næstum mark, þetta var vel gert. Þær halda pökkinn áfram. Og Védís berst í horninu og móti. Kolbrún heldur pökkinum. Sendur þetta á Sigrúnu og Sigrún reynir þenni Kristínu sem ekki. Kolbrún heldur hann inni. En ekki lengi því miður. Védís tekur pökkinn, sendur á Magdalenu, Magdalena inn í svæði. En þetta var vel gert að Kolbrún hún stoppaði þessu sókn. Eðalhauður heldur pökkinum og kemur henni áfram yfir á Ámundu. Védís tekur pökkinn, rúlar henni yfir á Magdalenu. Nei, stoppaði. Þetta reyndi að ná valdi á pökkinum, tókst ekki. Bjarnastúlkur pökkinn. Katrín sendir hann á Hilmar, Berglandi. Hún ver glæsilega í marki Bjarnar eins og Heiðrún Lúðvíksdóttir. Ásamt auðvitað varnarmönnunum sem börðust öttulega. Ragnhildur kemur pökkinn djúpt inn í varnarsvæði Bjarnarins. Þær hreinsa. Sigrún hreinsaði út. Pökkurinn eftir inn. Róa leikinn. Finna sína. Þetta er hún Karen sem keyrir hérna listavel inn. Og Sigrún henni til aðstoðar.
þessar stúlkur Inga kemur svo út og Gunnborg, þetta var ekki Gunnborg, þetta var númer 29 sem, Gunnborg, fyrir ekki er alveg vikið. Inga keyrir með pökkinn upp. María kemur hérna með og Nara sækir pökkinn. Finnur Ingu aftur og María kemur og reynir skot. Þetta ekki. Áfram haldaðir. Pökkurinn er rangst. Þetta var rangst. Amanda best hann á móti Kolbrúnu. Þessar stúlkur reyna að skota mark sem fer fram hjá. Þetta eru Liljurnar sem eru svo flottar. Þegar hreinsar út, vel gert. Það er gaman að ég er að fá ábendingu hérna að Heiðrún markmaðurinn, hún er formaður Fjölnis sem er mjög skemmtilegt. En áfram heldur leikurinn. Katrín Björns reynir að keyra hérna inn. Það tekst ekki alveg, Björnstúlkur verjast vel. Jæja, Karen hreinsar út. Berglind kemur pökkinum yfir á Hilmu sem að missir pökkinn. Ragnhildur og Berglind berjast og Gunnborg og Berglind keyra inn. Inga heldur pökkinum inn í svæði og Sigrún Kolbrún kemur og tekur pökkinn upp, ber hann upp og skýtur á mark fyrir stöng. Skýtur hérna hún númer 25 í Fjölnisliðinu, Elín Alexdóttir, skaut vel. Og það heldur þetta. Inga sendir yfir á Sveindísi. Jónína keyrir upp. Renna í horninu. Jónína heldur pökkinum. Eða hvað? Elín hreinsar út á kant og þar er önnur rimma sem að Jónína vinnur. Jæja, reyndi skot sem að Elín stoppaði.
Stjarnastúlkur koma þá í breakout. Elísa og Elín eru þarna að reyna sitt besta, gekk ekki alveg eins og þeir hefðu viljað, en Sigrún Agata heldur pekkinum inn í svæði SA-stúlkna, en þetta er svo fljótt að snúast, sko. Þetta er alveg frábært. Jæja. Inn fór pekkurinn. Þegar 2,5 mínúta eru eftir af fyrstu lotu. Hver fær markið skráð á sig er ég ekki alveg vissum. Já, fjórða mark SA skoraði Guðbjörg Sigurðardóttir, númer 23. Sigrún keyrir hérna upp. Karen grípur pökkinn og sendir aftur á Sigrúnu. Sigrún skýtur, en það geigar. Ragnhildur heldur pekkinum og SA-stúlkur koma í breakout, sendir yfir á Maríu sem að keyri með pökkinn inn. Maríanna stoppar þetta. Ragnheiður Ragnarsdóttir er komin hérna inn á og hreinsar yfir. Hún er að spila sinn fyrsta meistaraflokksleik. Inga sendir yfir á Hilmu. Það er 1 mínúta eftir að fyrsta leikhluta. Og Inga skýtur. Heiðrún tók þann pökk. Elísa keyrir á móti Ingu. Það er henni berst hérna með Gunnborgu. Gunnborg náði pekkinum. Inga skýtur. Maríanna stendur fyrir. Þarna kemur hún Elísa. Fer svo strax í skiptingu. Þá er þessum fyrsta leikhluta lokið. Við heyrumst eftir og eftir.
Velkomin aftur, en ég ætla sem sagt að leiðrétta aðeins. Ég sagði sem sagt að Guðbjörg hefði skorað 4. mark SA sem ekki rétt. Það var Kolbrún Björnsdóttir sem að spila sinn fyrsta leik. Það er gaman að segja frá því að kvennalandsliðið er að fara til Nottingham dagana 7. til 10. október til að spila í undankeppni Ólympíuleikana í Peking 2022. Þetta er önnur umferð í F-riðli en fyrsta umferðin átti að fara fram hér á Íslandi í loka ágúst en var aflýst út á dollnu. Þær spila við Bretland, Slóveníu og Suður Kóreu. Þjálfara liðsins eru Jón Benedikt Gíslason og Snorri Sigurbergsson. Þetta er eiginlega sögulegur viðburður hjá íslensku kvennahockey því þetta er í fyrsta skipti sem íslenska liðið spilar í undankeppni Ólympíuleikana. Þetta er frábært. Og svo er U18 að fara út til Tyrklands í fyrsta skipti með Söru og Alexandru sem þjálfara. Sara Smiley og Alexandra ekki kláraði hvað stóttur hún er, byggur að afsaka það. En það er líka alveg stórfenglegt að heyra. Hér hafa þær stilt sér upp. Kristín Inga á miðjunni og á móti henni Berglindi syns mér. Essa vinnur pökkinn. Aðalheiður tekur pökkinn, sendir á kantinn, þessum að Gunnborg sendir á fyrirslýsni á Sigrúnu sem að hendur honum aftur inn í svæði. Sigrún tekur pökkinn, keyrir inn, heldur honum og skýtur á mark sem að Geigar. Kolbrún tekur hann á kantinum og finnur Kristínu Inga. Hver er þetta sem Hilma? Hún keyrir með pökkinn út. Berglind kemur henni til aðstoðar og skýtur á markið og hún skorar. Þess má geta að markmaður Fjölnis, hún Heiðrún Lúðvíksdóttir, er ekki að æfa, heldur er hún að redda þeim fyrir horn í þetta skiptið og stendur sig frábærlega. Leikurinn hefst aftur. Það er hún Jónína sem að nær pökkinum hana inn í svæði sem að Magdalena hendir burtu pökkinum en Jónína nær honum aftur og skýtur á mark og skorar. Áfram heldur leikurinn. Kemur Ragnhildur og reynir að gera hérna inn í svæði. María hjálpar henni og þær fara í skiptingu og á meðan stilla Bjarnastúlku sig upp í sókn sem er stöðuð af Sveindísi
Sveindís heldur honum inni og það er hún Kolbrún Björnsdóttir sem held áfram að pressa og pökkurinn er farin hérna út. Bjarnastelpur dömpa pökkinum inn eins og sagt er og hlaupa í skiptingu. Það var hún Kolbrún sem að pressar. Elín tekur við pökkinum, stillir upp róa spilið og kemur pökkinum áfram á Karen. Karen keyrir upp og skýtur á markið sem Geigar sökum sennilega truflunar. En áfram halda Bjarnastúlkur. Það var hún Elisa sem reyndi að finna samherja. Það var Magdalena sem sendir hérna inn fyrir markið sem endar í skoti frá Sigrúnu og aftur í þetta munið Karen skaut þarna í kjölfarið, reboundið. Sigrún nær pökkinum, sendir fyrir markið. Karen nær aftur og reynir sitt besta á bakhönd. Sigrún er þarna og skorar. Sigrún Árnadóttir, númer 5, skorar fyrsta mark Bjarnarins. Þetta var auðvitað ekki Bjarnin, þetta er Fjölnir. Ásakið. Þetta var góð pressa hjá Fjölnisliðinu sem endaði í fínu marki. Ja. Góð barátta í miðunni sem Kristín Ingadóttir vinnur. Og það er hún Ragnhildur sem nær pökkinn og þetta var skyndisókn sem tókst ekki alveg nógu vel hjá þessum stúlkum. Þannig að rimma fyrir framan markið sem að Bjarnastúlkur, ég er alveg rugluð Fjölnisstúlkur. Hvað ætli ég að segja oft Björnin, nenni að telja. Jónína kemur og keyrir inn í svæði, senkar spilinu, dömpar niður í horn á hana Maríu sem að sendir fyrir en beint á Bjarnastúlkuna. Hana Unni sem að hreinsar frá aftur fyrir mark en þessar stúlkur komnar aftur með pökkinn. Ragnhildur rétt misti af honum, Ragnheiður. Það er Magdalena sem skýtur á mark sem að Birta ver. Inga í rimmu við þannig Maríu. Maríu verðist halda pökkinum eða hvað? Maríu kemur áfram hérna og reynir að ná honum. Fjölnisstúlkur haldar sér inn í svæði. Þetta er vel gert. Jónína nær að stöðva þetta. Krafturinn í henni Elínu. Hún skautar þarna fleyferð. Jæja, þarna kemur skot frá Kristínu sem Geigar Jónína hreinsa frá og hún Lara keyrir hérna inn í svæði og dömpar. Þessi stúlkur skipta. Sigrún nær pökkinum og keyrir upp en Védís stoppar það. Það var vel gert af Karen. Karen fær pökkinn og skýtur á mark og Birta ver. Nei, jú, er það ekki varið? Jú, það var varið. Þetta var vel gert í Barnastúlkum. Nei, Fjölnisstúlkum. Jesús, afsakið.
Kolbrún skaut á mark sem að Birta varði. Sigrún heldur pekkinum. Það er rimma hérna í horninu. Katrín berst ötulega. Katrín nær pekkinum. Heldur honum og kýmar honum. Nei, Kolbrún nær honum aftur. Róar spilið, sendir upp. Gunnborg stoppar þessi sókn. Það keyra Hilma og Gunnborg inn í svæði. Komist hjá rangstöðu hérna vel og svo kemur skot og mark og það er hún Berglind Leifsdóttir sem að skorar 7. mark SA. Þetta var 7. mark SA, 7-1 er staðan. 13 mínútur eftir af öðrum leikhluta. Kolbrún hefur valda pekkinum og kerir inn í svæði. Reynir að finna Kristínu eða Sigrúnu. Þær berjast vel og það endar með marki. Það er hún. Hvað var þetta, Harpa sem skoraði? Ja. Nei, það var Kolbrún. Kolbrún Garðarsdóttir. Eða hvað? Ég ætla að hlusta. Já, það var sérst Kolbrún Garðarsdóttir sem að skorar annað mark Fjölnis. Þarna kom 8. mark SA og var það ekki bara Gunnborg. Það held ég álegu örugglega. Númer 29. Já, Sigrún kemur. Já, hvað var þetta nú? Rangstaða. Fjölnistúlkur vinna pökkinn
og það er hún Unnur sem kemur þessu upp á Sigrúnu og Kristín nær pekkinum og skýtur á mark sem fer framhjá. Kolbrún fer niður til að aðstoða og sendir á Kristínu og Kristín nær ekki að koma pekkinum á markið en Sigrún reynir það en allt fer í súginn en þetta er góð barátta og skemmtilegt að horfa á svona flott hockey. Birta varði skot frá Sigrúnu. Þetta var skemmtilegt. Kemur Amanda þakkjörgla Amanda Birta ver þetta góða skot frá sýndist með Maríönnu. Það var gott skot og vel varið. Þá er það Hilma sem að keyrir hérna upp með bökkinn og með henni er svo mikið sem Magdalena. En finnast ykkur hreinsa þetta út eða hvað. María reyndi sitt besta en þessar stúlkur skora og það er hún Kolbrún, ætlum við sé Kolbrún. Ég sé það ekki. Nei. Þetta var hún Magdalena, er það ekki? Magdalena skora sitt fyrsta mark í fyrsta leiknum sínum. Og þetta var 9. mark SA. Rosalega gaman að sjá svo ungu stelpur koma hérna inn með reynsluboltanum. Gunnborg kemur og heldur pekkinum niðri, droppar yfir Berglindi, Berglind náði ekki pekkinum, Sigrún kemur og nær pekkinum, kemur honum inn í svæði sem að Ragnhildur stoppar og SA stúlkur komnar í sókn og það er hún Berglind Leifsdóttir sem kemur hérna inn í hornið og sendur upp á hana Ragnhildi, sendir á Katrínu og Katrín skorar. Þetta er vel gert. Katrín, kannski sagði Kolbrún áðan, ég er ekki viss, en það var Katrín Björnsdóttir sem skoraði þetta 10. mark SA. Birta bjargar þessu og það var hún Elísa sem reyndi þetta skot sem var gott. Þessar stúlkur ná pekkinum, Inga reynir að koma honum áfram en Elísa reyndi skot sem
komst ekki í netið. Birta stoppaði það. Og það er áhlaup SA-stúlkna og það er hún Lara sem að reynir hraða upplöp, ef maður má segja svo. Lara heldur pekkinum inn í svæði en það er hún Karen sem er nærvaldi og sendir á vörnina og þar er hún Elín sem tekur við pekkinum og reynir að koma hann áfram. Sigrún nær hann ekki. Það er þá hún Lara sem að dempar honum inn í svæði og SA-stúlkur skipta. Fjölnir þá komin í sókn. Kristín reynir að finna Kolbrúnu. Kolbrún ekki á réttum stað eða sendingin aðeins og framalega. En þetta var vel gert samt. En núna koma SA-stúlkur, Amanda. Kolbrún nær pekkinum. Sendir yfir á Sigrúnu og Sigrún skýtur en það fer út af. Skoppar af einni kilvu varnarmanns sem ég sá ekki hver var. Maður hendir sér bara fyrir þetta. Það notar allt sem maður getur. Þetta eru svona bombur. Þannig var gott skot frá henni Evu. Nú kemur hún Katrín, sendir yfir á hana Gunnborgu. Gunnborg keyrir í hornið, finnur Katrín aftur og Ragnhildur skýtur og skorar. Það hafi ekki verið hún Kolbrún sem átti Katrín sem átti markið. Hún speglaði pekkinum listilega af ísnum og upp í vinstra horn markmanns eða hægra frá okkur séð. Skipti máli að skrýna markmanninn. Fjölnistúlkur dömpa inn í svæði og Kristín pressar hart að Ingu. Inga nær veldi á pekkinum en sendir í syngu. Mögulega, já. Já, það var Katrín sem átti þetta mark. Og Ragnhildur allavega með stóðsendingu, ég man ekki hver hinn var. Já, þá er það Marja með pökkinn, keyrir fram hjá Sigrúnu og Magdalenu en nær ekki skoti á markið. Jónína pressar hana Kolbrúnu sem að nær valdi, róa leikinn, sendir yfir og Sigrúnu fær pökkinn frá henni Unni. Það eru skiptingar á báða bóa núna. Fjölnistúlkur Karen kemur hérna, liggur frammi, fer inn í svæði, heldur pekki. Amanda truflar hana og nær valdi á pekkinum en aftur stoppar hún Unnur. Fjölnistúlka. Pökkurinn fer út af. Unnur kemur pekkinum yfir á Evu og Eva inn á
Kristín er með vald á pekkinum, reynir skot sem að hindar í hanska Birtu. Katrín tekur góðan snúning, snýr Fjölnisstúlkuna af sér. Gunnborg sendir yfir á Hilmu, Hilma keyrir inn í svæði og reynir skot sem að fer í kylfu annarkvort hennar. Já, allavega hann að Harpa hafi ekki tekið þetta með kylfunni, það er vel gert. Viljum tekur viðsnúning og reynir að senda ykkur út á svæði en Kolbrún stoppar þessa stúlkna núna. Þetta er fram og tilbaka, alveg spennandi. Þó svo að tölurnar í leiknum sýni annað, þá er þetta spennandi leikur. Sigrún kemur hérna inn í svæðið og hver lokar hérna á hana? Er það ekki Katrín Björnsdóttir? Hún er ekki dóttir móður sinnar fyrir ekki neitt, sem er Rósa Guðjónsdóttir, gömul kempa. Þetta ver Birta, listilega. Þetta var gott skot, það hefði getað endað inni. En þessar stúlkur koma inn í sókn. María sendir yfir, hittir ekki Hilmu. Og þar lendir Maríana með pökkinn. Og það er rangstaða sennilega. María sendi niður á Sveindísi og Sveindísi yfir á Ingu. Inga reynir sendingu yfir á Maríu aftur en það reddaðist. Kristín fyrir niður í svæði bak við mark, heldur pekkinum, sendur upp á Maríunu. Maríana reynir skot og það er það Harpa sem að reyndi þarna að koma. Fjölnisstúlkur verða nú að fara, jæja, ég ætla nú að fara að segja að þær þyrftu að fara í rígrúp en þessar stúlkur ná þessu og það er hún María sem að skorar 12. mark SA. María nummer 20. Já, eins og ég sagði áðan, þá sýnar tölur leiksins ekki endilega hversu spennandi hann er. Það er erfitt að vera með 2 línur á móti rúmum 3, svo að Fjölnisstúlkur eru hér að berjast eins og ljón og SA-stúlkur að sjálfsögðu líka. Amanda reynir að halda pekkinum en Sigrún þjarmar vel að henni. Kolbrún Garðarsdóttir nær valdi á pekkinum, reynir að finna hana Karen en það öfnast ekki. Amanda reynir hérna að komast út sem að Bjarnarstúlkur stoppa. Védís með pökkinn, reynir hérna sendingu á hana Ragnheiði, Kolbrúnu. Kolbrún pressar en Kolbrún kemur og sendir yfir á Kristínu. Kristín fyrir í svæði, sendir yfir á Jónínu sem að, þetta er ekki Jónína. Þetta var sennilega Guðbjörg sem að kemur hann og stoppar þetta áhlaup Fjölnisstúlkna. Elísa reynir að halda sókninni áfram en Berglind stoppar þetta. Hilma keyrir hérna áfram og henni til og það var mark.
Það var Ragnhildur Kjartansdóttir sem að skorar 13. mark SA. Hér er Kolbrún Garðarsdóttir sem keyrir upp miðjuna með pökkinn á fleygiferð eins og henni einnig er lagið. Finnur Sigrúnu sem að síðan missir pökkinn sem að Jónína stoppar. Inga kemur honum í leik aftur sem Kolbrún grípur hann og Inga tekur aftur á rás og fer fram hjá og skýtur en það er varið af henni Karen. Lara tekur skotið hér sem fer rétt fram hjá. María fer í hornið og hana pressar hún Eva. Pökkurinn er laus. Lara keyrir í hann. Ragnheiður er henni við hlið sem að keyrir upp með pökkinn. Áfram svo, inn í svæðið fór hann. Og Aðalheiður keyrir og pressar á. Kristín er komin hérna fremst með pökkinn og hún skýtur og skorar. Þetta var kröftugt hjá þeim stúlkunum. Kristín vinnur þetta uppkast og heldur áfram, keyrir í gegn sem að síðan Aðalheiður stoppar. Aðalheiður keyrir hérna upp með pökkinn alla leið. Aðalheiður henni til aðstoðar, sendir fyrir þar sem að Kolbrún stendur en þessi sókn fjarað út. Þetta er vel gert hjá þeim samt sem áður. Fjölnisstúlkur berjast hérna, vinna pökkinn. Það er hún Elín sem sendir á kantinn. Önnur kemur hún í leik og Sigrún reynir að finna hana Karen sem að mistakst en Fjölnistelpur halda áfram. Það er hún Önnur sem keyrir inn í svæði en missir pökkinn. Berglind nær pökkinum en þetta er stoppað. Harpa skýtur á mark. Birta ver glæsilega. Og hver er þetta? Og annar leikluti búinn núna. Þetta var vel gert hjá báðum liðum. Sé ykkur á eftir.
þá er það þriðja og síðasta lota sem er að hefjast núna. Ekki láta tölur trufla ykkur, þetta er æsispennandi leikur. Þess bara geta að í lið Fjölnis vantar hana Steinunni Erlu Sigurgeirsdóttur framherja sem er meidd, Grétu Jónsdóttur varnarmann og Laura Ann Murphy ásamt markamannin Önnu Birnu. En það er berjast samt öttulega hér. Og í lið SA þá vantar Önnu Sonju Ágústsdóttur varnarmann sem er meidd og Arndísi Eggerts Sigurðardóttur. Það er Berglind sem kemur hér og keyrir að marki Fjölnisstúlkna og til varnar er ætla að hafa ekki bara verið hún Eva sem að barðist hérna. Skot rýður af frá Ragnhildi og sem að hún ver, hún Heiðrún. Vel gert hjá henni. Það var Hilma sem skoraði 14. mark SA. Marjana hreinsar út til hliðar á Elínu og Elín kemur pökkinu áfram eða reynir í það minnsta. En SA-stúlkur ná valdi. Hérna er Katrín sem kemur sér yfir á Ragnhildi. Ragnhildi skýtur niður, María tekur pökkinu og sendir fyrir mark. Það kemur skot frá Löru sem að fer framhjá. Katrín heldur honum inni. Jónunni kemur til stuðnings. Katrín keyrir allan leið og hver þarna pressa. Karen var þarna að pressa á Katrínu. Pökkurinn er laus og Marjana nær pekkinu. Hún sendir yfir á Elínu og Elín aftur upp á kantinn á hana Hörpu en það nær ekki lengra. Heiðrún vel gert hjá Heiðrúnu. Sá nú ekki hver skaut en þetta var flott. Þákurinn fastur innan hlífðarbúnaðar. Hún er á nálægt, hún þarf að bakka aðeins frá. Magdalena sem var hérna of nálægt í uppkasti. Inga stoppar þetta þessa hraðasókn hjá þetta hraðaupphlaup hjá Fjölnisstúlkum. Magdalena berst þarna aukulega hérna niðri. Inga kemur til hjálpar. Og hver er þetta? Kristín og María. Kristín og María voru þarna að berjast í að koma tekkinum út úr svæði sem að tókst. Í hlutlausu svæðinu er núna barátta sem að síðan Magdalena nær en það varði ekki lengi. Tekkinum er skotur hérna út. Það er hún Elísa sem heldur pekkinum og hann fer yfir á hana Elínu. Þetta er rimma fyrir framann mark SA-kvenna. Inga stoppar þetta, reynir að koma sér út á meðan hún pressar vel, hún Harpa. Hún heldur pressu og inn kemur hún Karen og þær hjálpast að vinna pökkin
en Ragnheiður nær pekkinum og kemur honum og reynir að koma honum á hana Magdalenu en Elísa sendir niður á Elínu sem að síðan heldur pekkinum þrátt fyrir pressu frá henni Hilmu. Jæja, þá er það Gunnborg sem að keyrir hérna upp. En Unnur stoppar þetta. Pökkurinn laus fyrir framan markmann en það gerði ekki til. Þær rettuðu því. Sigrún sendir yfir á hana Maríu sem að kemur pekkinum í átt að marki sem að Birta fristir síðan pökkinn. Þess að geta að María er 14 ára. Hún er algjör hörku spilari. Já, það er María í baráttunni við hana. Góð pressa, Jónína kemur, sendir upp á Katrínu. Katrín tekur hann aftur. Rumma í horninu. Jónína sendir djúpt eða reynir það. Karen stoppar þetta áhlögg þessa kvenna og keyrir upp með pökkinn. Skýtur á mark sem að Birta síðan ver pökkinn. Og þá er það Ragnhildur sem keyrir upp hérna völlinn. Þetta er stoppað listilega af Elínu. Áfram berjast þar hérna niðri. Kristín komið til hjálpar ásamt Maríu. Hvar endar pökkurinn? Hann er fastur við ramman. Koma svo, burtu fór hann. Og hér stoppar hann þarna. Engin önnur er Amanda. Pökkurinn laus og það er ísing. Þarna er einhver ruglingur á staðsetningum. Pökkurinn fellur og áfram heldur spilið. Já, þarna kemur hún og keyrir hratt upp og skýtur á mark sem að Birta ver. Þetta var hún Elísa Sigfinnsdóttir sem átti þarna þetta góða upphlaup. Pökkurinn fer djúpt niður í varnarsvæði SA. Sigrún nær pekkinum og keyrir inn á miðju sem að Ragnheiður og Magdalena stoppa í sammenningu. Inga stoppar pökkinn og Fjölnistelpur Sigrún er með pökkinn, heldur valdi og hún María kemur hérna alveg á fleygiferð og reynir sitt besta. Þessar stúlkur koma þessu frá. Það er dómur. Og það er slashing, sýndist mér.
og Magdalena fær 2 mínútur fyrir tripping. Og þá eru SA-stúlkur einum færri. Berglind keyrir hér upp. Kristín pressar fast og nær að vinna pökkinn aftur fyrir mark þar sem að Karen er komin. Kemur pökkinum á Elísu sem að keyrir inn og missir því miður pökkinn. Vigdís kemur honum út en þar er María. Það er góð barátta hérna. Hilma Bóel alveg á fleyferð. Það er reyna að halda kassa. Þessar stúlkur. Og meðan Fjölnisstúlkur að reyna að fá glöfu. Það kemur skot frá Elísu sem er geigar. María. Sigrún skýtur á mark sem að Védís ver og bökkurinn sendur út af Hilmu. Það er skipting í SA-stúlkum. María fer bak mark og þær koma í áhlaup. Sigrún og önnur og fleiri. Sigrún fer bökkurinn í miðjunni, keyrir upp. Það er Harpa sem er hérna til aðstoðar hérna við og fyrir framan markið stendur Unnur. Birta frýstir pökkinn. Það er einhver átök hérna fyrir framan markið en það er bara eins og gengur í heita leiksins. Ekkert sem dómari ræður ekki við. Það er 8 sekúndur brot þangað til að Magdalena kemur inn. Eða 8 sekúndur, fyrirgefðu, ekki brot. Birta ver út í horn. Það er Amanda. Kristín kemur hérna og reynir sitt besta en pökkurinn fer í hendurnar á Berglindi sem að sendir yfir á Magdalenu sem að gefur beint úr refsibóksi og keyrir með í sóknina. En þarna var æsing eða ísing á íslensku. Við reynum að halda þessu svoleiðis. Það er svo sem ekki alltaf hægt. Jæja. Það er Hilma sem að reynir að komast fram hjá henni Evu. Það er barningur, Kristín er komin, Hilma heldur, Elin. Eva hélt vel hjá Fjölnistelpum. Inga skýtur á mark og Heiðrún ver. Bökkurinn er laus. Elin tekur pökkinn og fer að róa spilið og kemur honum í leik. Þar er Eva uppi og tekur pökkinn og keyrir upp. Þetta er stoppað af Hilmu sem að snýr sókninni í SA í vil og Jónína pressar á Elinu. Hérna kemur Karen og keyrir upp. Missir pökkinn en heldur áfram pressu, vinnur hann aftur. Pökkurinn er laus og kemur hún. Harpa sterkinn og heldur pressu. Védís tekur pökkinn, sendir upp. Hann speglast af skauta Jónínu aftur í hendurnar á henni Elísu en endar aftur hjá SA eða hvað. Já.
út á kantinn fer það, Karen pressar vel, heldur áfram, pressa með Aðalheiði, Aðalheiður sendir yfir á Védísi og Bjarnastúlkur fara í skiptingu, inn á kemur Sigrún, Unnur fyrirgefi, fleiri. Katrín sendir yfir á Ragnhildur yfir á Amandu sem missir pökkinn og hver er hérna Kristín, berjast pökkinn. Sigrún kemur og vinnur pökkinn aftur. María reynir sendingu yfir á Kristínu, þetta var vel gert en Amanda stoppaði þetta ásamt ábyggilega henni Kolbrúnu sýndist mér. María og Kolbrún í rauninni hérna, Kolbrún pressar vel, tekur við hérna Magdalena og niður fer pökkurinn og Katrín tekur hann og keyrir með hann upp. Fer ekki í gegnum Kristínu sem að dömpar bekkjunum yfir í varnarsvæði SA. Ísing. Heiðrún sendir yfir á Hilmarsson skýtur og Heiðrún ver mjög vel. Það er rimma niður í horni sem að endar á kylfu þessa stúlkna. Það er Gunnborg sem fyrir að pressa Elinu. Elin kemur honum út en pökkurinn er laus. Jæja, flott þetta. Fristing. Jónína vinnur pökkina og Löru, Lara sendir á Maríu, María reynir skot sem að speglast frá markinu. Það er Karen og Lara sem að halda rimmi hérna. Nú er það Elísa sem kemur hérna á þeysi spretti, skýtur á mark og það svo fer eitthvað annað en þær vildu. Harpa með sér pökkinn og nú ná Fjölnistelpur aftur pökkinum og reyna aftur. Spila, segir dómarinn, engin ísing núna. Það er rimma. Það er Sigrún, Jónína, Védís og hvað er þetta, Kristín? Kristín er að senda upp á hana Unni en hún er ekki að koma pökkinum í gegnum varnar vegg þessa stúlkna. María kemur og pressar nær pökkinum, sendir fyrir markið þar sem að hún Amanda er en nær ekki að skjóta. Ragnhildur stoppar og sendir inn í varnarsvæði Fjölnis en þessu var bjargað á henni Evu. Hérna kemur Katrín, keyrir upp, skýtur á mark aðeins framhjá en svona er þetta bara, stundum verður þetta svona. Katrín fær aftur sendingu frá henni Ragnhildi, fer inn á miðju, reynir annað skot sem speglast af kylfu og fer út fyrir. Fjölnisstúlkur vinna þetta. María kemur hérna upp, sendir yfir á,
Þetta fljótt skipast veður í lofti en Karen nær valdi á pekkinum, kemur honum út á Unni sem að reynir að finna Elísu sem að gekk ekki alveg upp en áfram halda þær. Karen kemur pekkinum út, Ragnheiður nær valdi á pekkinum og sendir á hana Berglindi sem að reynir að skjóta honum út en fer í dómara, þannig að aðeins annað en hún ætlaði sér, en svona er þetta. Hér er þetta Kristín sem reynir að keyra fram hjá henni Berglindi sem að stoppar hana. Kristín kemur aftur, Ragnheiður til varnar. Vel gert þarna, Ragnheiður kemur hérna nær pekkinum og kemur honum. Jæja, í sammenningu koma þær honum út. Og það er María sem að pressar á Maríunni. Fjölnisstúlkur ná valdi á pekkinum, það er Karen bak við markið. Fjölnisstúlkur koma sér í stöður fyrir breakout og Sigrún fær pökkinn sem að hún María stöðvar. Lara fær pökkinn fyrir framan en missir hann. Og það er þá hún Eva sem að kemur hún reynir að koma honum út. Það er Karen yfir á Sigrúnu, Sigrún upp yfir Harpa ekki alveg á réttum stað eða sendingin aðeins of framalega. Það var SA-stúlkur, Védís kemur hérna upp ásamt Amundu og Magdalenu. Védís skýtur en rangstaða. Það eru 3 mínútur og 50 sekundur eftir að þriðja leikhluta. María fer hérna inn ásamt Elísu en eru stoppaðar. Þær halda áfram. Katrín stoppar, reynir að stöðva Maríu. Það er hart barist hérna í horninu. Amanda nær að pikka pökkinn út og það er dómur. Katrín verður út af. Það var Katrín sem fekk 2 mínútur fyrir röffing. Þetta var ansi hörð barátta þetta niðri í horninu. Nú er það Elísa sem að kemur pekkinum upp á hana Karen sem að fer inn í svæði SA en það er rangstaða. Það var hún Elísa sem að mögulega gerðist rangstað. Það var aðeins of snemma inn í svæðinu. Pökkurinn fer fram og tilbaka. Svo mikil er baráttan. Þarna er skellur á miðjunni sem að þær hrista af sér. Elísa og Hilma.
Hilmar nær pekkinum, fer inn í svæði, María stöðvar það en Hilmar nær aftur pekkinum, skýtur á mark en hittir ekki. Jónína tekur við pekkinum, sendir yfir á. Þetta svo mikið sem hann Aðalheiður sem síðan endar í Bjarnar höndum, nei Fjölnis höndum en Birta tekur þetta, fristir pökkinn. Þessar stúlkur eru einum færri. Fjörutíu og 5 sekúndur eftir af því. Það haldið áfram. Ragnhildur kemur hérna inn í svæði. Jónína henni til stuðnings. Fjölnistelpur pressa. Já, það hún. Unnur sem stoppar þetta ásamt Kristínu og Kristín komin inn í svæði með pökkinn. Reynir að koma henni fyrir sem að tekst ekki og Jónína kemur pekkinum í dómara en átti vissulega að fara út. Aftur dómarinn fyrir. Þetta skemmtilegt. Eflaust, vafalaust pirringur á leikmönnum en svona gerist bara. Þá það Eva sem með bökkinn bak við markið, kemur hún á Karen yfir á Hörpu. En aftur þetta Unnur með bökkinn. Berglind til varnar. Karen kemur, tekur við, skýtur á mark, Birta ver. Védís tekur bökkinn og sendir upp á Ingu. Sem hann missir pökkinn. Það hún að skipta hlið, sýnist mér. Til að dreifa spilinu. Ef ætla að komast í gegnum þetta. Sigrún nær pökkinum og kemur honum upp á varnarmann sem María. En Karen reynir skot, Birta ver. Og Berglind reynir að koma þessu burt. Þarna hún Amanda sem hann nær að hreinsa. Eða hvað? Þetta ekki Amanda, þetta Kolbrún Björnsdóttir sem að koma þessu hún vel inn í svæði. Bjarnar, nei, Fjölnir stúlkna. Katrín stoppar. Gaman að sjá systurnar spila saman í línu, Kolbrúnu og Katrínu, en nú leiknum lokið, honum lauk 14-3, SA stúlkum í vil. Takk fyrir og bless.